á Orðastofnun og í dag ætla ég að fjalla verkefni sem snýr að þróun selyabúskapa á Íslandi og þá sérstaklega einn verkhluta sem snýr einmitt að landsháttagreiningu á þeim. Verkefnið er samstarfsverkefni Háskóla Íslands, Fornleifastofnunar og Stofnun Vilhjálms Stefánssonar. Verkefninu er ekki lokið en við töldum samt engu að síður gott að kynna verkefni hér enda höfum við ekki fjallað mikið það á íslensku til þessa. Þetta er bara hefðbundið form á fyrirlestri með svona kynningarfyrirlestrum, hann er tvískiptur. Annars vegar stutt kynning á rannsókninni. Það er ramma hennar og hvað ætlum að gera og kannski aðeins öðruvísi en fyrir rannsóknir og síðari hluti fjallar hvernig við höfum verið að nýta þau miklu og ítarlegu skráningargögn sem safnað hefur verið af Fornleifastofnun síðan 1994. Þau ykkar sem lásu auglýsinguna fyrir fyrirlesturinn tóku ef til vill eftir því að gerðu að greinarmunur á transhumans og selyabúskapar. Þú segja mig að þetta sé aðeins blæbrigðamunur, þá má gera þannig eins og mun. Ég ætla svo sem ekki að falla inn orðabóka skilgreiningar en transhumans þekkist nær alls staðar í heiminum, Nepal, Marokkó, Katar og í Evrópu. Í grunninn snýst þetta bara að hafa skepnunar á réttu svæði á réttum tíma. Í Suður-Evrópu felur þetta í sér langt ferðalag, allt að 500 km, milli láglendis og til Alpanna yfir sumarið. Áður en farið niður aftur á vetrartíma. Þetta voru oft karlmenn sem báru þungana þessara vinnu. Þarna þekkjast engin sel, þótt fólk stoppast þó sannarlega á þessari leið, reyndar svona mismunandi svona 3 til 5 skipti og þá er að tala svona löng stopp, ekki bara svona næturstopp, næturgistingu. En það er til skemmtilegar heimildir á þessu svæði bændur að reyna að múta þessu transhumansliði að hafa gista hjá sér til þess að fá skepnunar yfir nóttina og eru þá að nýta skítinn sem áburð. Þetta er oft nefnt hið raunverulega transhumans og selyabúskapur í Norður-Evrópu þá ekki, sem nú kannski fullgróft og það bara fólk Suður-Evrópu sem heldur þessu fram, en munurinn er engu að síður umtalsverður og sumir bregða þá á einhvern svona leik og kalla þá Norður-Evrópska transhumans lesser eða vertikal á móti greitir í suðri og þar fram til götum, en tilgangur með því er nú bara að láta fólk vita eða vísa í þennan mun. Á Íslandi voru selin, sem er umfjöllunandi dag, yfirleitt innan þeirra jarða sem selið tilheyrði. Oft eru þau upp til fjalla en sel á láglendi þekkjast líka. Og ólíkt því sem er að gerast í Suður-Evrópu þá ferðast fólk norðar í álfunni, mun styttri vegalengdir og eiginlega alltaf undir 100 km. Í Færeyjum var það 4-5, Grænlandi var það það 2,5 km þá vatnahverfinu og Íslandi var ekki enn minna eða meðalfjarlægi er 2 km. Á þessu eru hins vegar margvíslegar undantekningar sem ég veit að þið vitið og verður fjallað nánar síðar. Svona rannsóknir á þessu fyrirbæri transhumans hafa lengi verið vinsælar úti en þó má segja að á undanfarnum árum hafi verið ákveðin sprenging í þessum fræðum. Ísland er hins vegar mjög góður stöð til að leggja raunverulega mikið til málanna fyrir annað fræðafólk erlendis. Í rannsóknum á seljum og öðru álíka. Hérlendis hefur enda engin skortur verið á seljarannsóknum, enda augljós skyldi og jafnvel enn augljósara vandamál sem þarf að tækla. Hvað var það hugmynd okkar þróun selyabúskapar, ris þess og hnignun. Hér finnum við vel varðættar seljarústir en víða annars staðar og þá er ég að hugsa kannski Spán og Bretland reyndar sérstaklega og það var alveg England að hafa fjallasvæði og það sem við getum kallað úttakan þar skemmst verulega vegna margvíslegra framkvæmda, svo sem vindmylla, orkuvera og íbúðabyggðar. Þökk sé líka gjóskulögum, þá getum við tímasett árstíðabundna með mun meiri nákvæmni en hægt er annars staðar, þar sem fólk þarf að vonast eftir sérstökum gripum eða jafnvel góðri varðveislu á vistleyfum til þess að tímasetja. Slíkt er ekki gefið á svona stöðum. Staða þekkingar er nú tiltölulega vel þekkt.
En það kannski gott að nefna nokkur atriði eins og það Egon Hissler sem sagt lykilfígúra í þessu fræðum, í seljarannsóknum á Íslandi. Og margvíslegar hugmyndir okkar sel koma frá hans rannsóknum. Hann notaði hluta af jarðabókinni og hluta af fornbréfasamninu og reyndar heimsótti hann líka nokkur sel. Og hugmyndin okkar að sel skuli vera 3 byggingar með kvíum, með áherslu af mjólkurframleiðslu eða mjólkandi skepnur, eru oft eignaðar honum. Og þetta sumir vilja, Þorvaldur Þorvaldsson talaði líka þetta. Nú, fornleifafræðiútgáfan af svo mætti orðinu koma er Guðrún Sveinbjarnardóttir, sem kannaði sel og reyndar margt annað í sinni doktorsritgerð við Birmingham háskóla 1991. Og sko, hennar rannsókn aðfræðilega bara til fyrirmyndar og margt nýtt, eins og svo oft með brauðviðindaverk hins vegar. Það vantaði eitthvað til þess að skilmast við. Og þannig að hugmyndir Hissler mjólkurbúskap og annað var klárlega ríkjandi í ritgerðinni, enda kannski ósanngjarnt að ætlast til eitthvað meira á svona rannsóknum sem eru í raun bara að ná utan efni í fyrsta skipti. Það er kannski hún og Sveinbjörn Hrafnsson. Nú, á undanförnum árum hefur hins vegar verið ríkjandi skoðun að seljabúskapur hafi verið mun flóknari en fyrir var talið og vægi þeirra mismunandi eftir tímum. Ummerki veiðar hafa fundist, skartgripagerð og kolagerð. Það nefna Margrét Hermanns Auðadóttir og rannsókn hennar í Fnjóskadal. Þekktasta dæmið eru þetta sjálfsögðu Pálstóftir, það sem Gavin Lucas og fleiri grófu 2005. Og síðan þegar menn eru ferðum fyrir rannsóknina, þá ekki þetta annað en að nefna Egil og fornvistfræði hlutan og hvernig menn hafa verið að rannsaka áhrif seljabúskapar á umhverfi og það stæðin. Reyndar Reykholtsverkefninu þá voru menn að fjalla líka vægi seljabúskapar fyrir miðstöðvar. Nú, síðan 1994 hefur síðan verið stöðug aukning í fornleifaskráningu allt land. Þessi mjög mikið upplýsingur sel og önnur búskapform, en þetta bara aðrar minjar, hafa verið skráð. Þessi gögn hafa því miður legið ónotuð ef frá er talið BR-ritgerð Albínu sel og síðan þetta bara stórfín MR-ritgerð Sædísar við lesnir. Þar sem hún athugaði landshætti með gís og hún að skrifa þetta árið kringum 2001 og 2002 og þá var nú bara fjári erfitt að reyna að fá hæðalíkan af Íslandi, sem svona grunnforseta þess að gera einhverja greiningar í gís, þannig að þetta raun bara magnað að hún hafi tekist að gera þetta. Og hún fann meðal annars út að meiri fjarlægð væri milli Selja og bæjarins hjá velstæðum jörðum samanborið við þá lægra myndnar. Nú, dauðafæri hins vegar í seljarannsóknum og reyndar bara í íslenskri fornleifafræði að nota skráningagögn mun meira en hingað til hefur verið gert og það var ein ástæðan af hverju farið var af stað með þetta verkefni þróun seljabúskapar á Íslandi. Enda augljóst vandamál sem það kannski að tækla, þar sem fornleifa skráningagögn geta svo sannarlega aðstoða okkur mikið með. Þess að vandamáli sem sagt þetta að sel hafa kannski verið rannsökuð tilviljunarkennd, enda þetta mestu framkvæmdarannsóknir sem leiðir til þess að þetta ofta tíðum mjög litlar rannsóknir þar sem lítill tími gefinn til þess að taka umræðuna upp að hvaða marki tiltekna selfellur að hugmyndum okkar sem klárlega eru mjög óljósar líka sel. Sem segir við góðar hugmyndir einstök sel eins og Pálstóftir en okkur skortir samfænandi eða skýra mynd af landsháttum selja og víðara vægi þess fyrir það samfélagi sem þau tilheyrðu hverju sinni. Og þetta hugmyndi með verkefni því að leggja áherslu á breidd fremur en dýpt. Ná utanum þennan minjaflokk sem sel eru. Við erum því að greina sel sem þegar hafa verið skráð. Við erum að taka, ef við tókum prufuskur í 20 sel, 11 á Norðurlandi og 10 á Suðvesturhorninu, þess að fá upplýsingar aldur og fleira og síðan erum við að gera margvíslegar fornvistfræði og umhverfisrannsóknir. Framtíðarrannsókn væri síðan hins vegar að velja sel til þess að grafa upp í heild sinni, sem væri mjög skemmtilegt. En til þess að slíkt myndi vera velhæfna þarf hins vegar skýrari hugmynd sel sem þessari rannsókn ætlað að hjálpa okkur með.
Þið sjáu þessa verkþætti sem eru þarna, þeir svo sem lýsa sér sjálfir. Og þeim er ætlað að svara svona margar spurningum seljabúskap og það heldur betur engin skortur svo sem á spurningum í verkefninu. En eins og við tökum bara dæmi, verkhluti 1 sem þá Árni Daniel og ég, þá hugmyndin, veit reyndar stendur history þannig, en það ætti kannski að standa landscape history, sem ég veit reyndar ekkert hvað á að þýða. En þá verður meðal annars að taka fornbréfasamnið algjörlega í gegn og jarðabókina til þess að fá upplýsingar skepnur á seljónum. Og síðan landsháttagreiningin sem fjallum eftir, nú ætla að gera margt, en meðal annars bara þessi klassíska spurningum hvað gerir sel að seli. Er það örnefni, staðsetning þess, eðli rústa, allt af þessu eða jafnvel ekkert. Og síðan þetta sem kannski mest áberandi hluturinn í svona rannsóknum, það þetta vettvangshlutinn, verkþáttur 2 sem svona uppgraftar dæmið, og þar hafa hún Elín og Óskar Aldred verið fremst í flokki. Og það hugmyndin þetta bara að reyna, það augljóst að okkur skortir tímasetningar á þessu fyrirbæri, þessum verkhluta ætlað að leysa úr því. Og síðan fornbréfsfræðipakkinn sem Negill og Snædís, og þau eru að gera margvíslegar umhverfisrannsóknir. Þar undir reyndar falla skordýragreiningar og örframgerðarfræði. Hugmyndin með því var nú bara að reyna að kreista eins mikið úr þessu prufuskörum og við þó mögulega getum. Þeir segja auðvitað bara takmarkað. Skordýragreiningin þá ætlað að reyna að hjálpa okkur að vita hvað hlutverk einstakra rýma, og örframgerðarfræðin meira hugsuð til þess að átta okkur á eðli staðarins betur. Það augljóst að við í fræðasamfélaginu þurfum betri heildarskilning á þessu fyrirbæri sem sel eru, til þess að geta haldið áfram með seljarannsóknir. En festust ekki í þessu förum sem við erum búin að vera í svolítið lengi, og þessi niðurstaðan alltaf að seljabúskapur flóknari en við héldum, og sem svona í leiðilegt til lengdar. Verkefnið alltaf að svara ákveðnum tilgátum þessum verkþáttum, og þetta nú allt ekkert óvænt í þessum efnum. Það sem við hluta verkefnum sem snýst að ná betri tímasetningu, þá gefur okkur kleift að athuga vægi seljabúskapar, þá ekki bara fyrir landbúnaðarkerfi, heldur líka félags- eða samfélagsstrúktúr á Íslandi. Það þessi efri tilgáta, og síðan neðri tilgáta 2, sem öskrar Árni Daniel. Kannski það nú bara út af því að í mannfækkun og mannfjöldi hefur oft verið notað sem skýring til þess að útskýra hnignun seljabúskapar, og þá sérstaklega kannski svartidauði og síðan stórbóla. Hugmyndin með þessari tilgátu þá bara einfaldlega að láta reyna á það, en jafnframt ekki útiloka samfélags- eða pólitískar ástæður sem þurfa í raun að fylgja með, enda nauðsynlegt til þess að búa til samfærandi módel eða hugmynd að ris og hnignun seljabúskapar. Áður en ég fer aftur í sjálfa landsháttagreininguna, þá kannski gott að útskýra alveg gögnin sem ég að vinna með, og ég nýti mér skráningargögn Fornleifastofnunar, og þau eru geymd, sem ekki vita, gagnagrunni hennar sem heitir Ísleif. Þessi gagnagrunnur að hluta til einstakur, því hann inniheldur ekki aðeins forn- og sagnfræðilegar upplýsingar, heldur líka þjóðfræðilegar heimildir, og þá einkum munnlegar heimildir sem aflað á vettvangi. Og það má skipta Ísleifu svona gróflega í tvennt, í heimildarhluta og síðan vettvangshluta. Og ég að nýta með báða hlutana, en gæði og eðli gagnanna eru mjög mismunandi sem stjórnar því hvernig gögnin eru greind og hvað þau geta raunverulega sagt. Það líka eins og sérst þannig að neðsta glærinni ágætu munur á fjölda selja. Og heimildavinnan, eða sem nú yfirleitt kallað svæðisskráning, snýst að afla upplýsinga fornleifar á tilteknum hreppi eða jörðu úr elstu heimildum. Það bæði fornleifar en líka margvíslegar sögulegar heimildir sem veita vísbendingar stöðu jarðarinnar, eigenda, ítök og landkosti.
Vettvangsflutin síðan það sem kannski svona, sem menn hugsa þegar menn hugsa skráningu, það sem sagt þá bara að þegar minninum lýst mjög kerfisbundið á vettvangi, fjöldi rústa, ástand, umhverfi og fleira skráð og við teiknum líka minnin og hnitsetjum. Hver fornleifur sem hópuð saman við þá jörð sem fornleifin með við jarðartal Jónsson 1847. Það ásamt upplýsingum hvað hrepp hver jörð tilheyrði og sótt. Þetta gerur manni kleift á mjög auðveldan hátt að finna stakar fornleifar bara strax, en líka þá veit maður leið víðara samhengi hennar og það kannski þá félagseiningu sem fornleifin var eða minjaflokkurinn var reistur í eða tilheyrði. Og ég er búinn að gera þetta allt land þar sem þessi gögn eru til. Austurland og Vesturland, það vantar svolítið gögn þaðan því miður. En hér eru 3 dæmi fjölda selja með lögbýla á Íslandi. Fornleifafræðingar hafa réttilega bent á gildi topografíu eða bara nær umhverfis, hafa þeir fyrir landbúnað í samfélögum fyrir tíma iðnvæðingar. Og Egon fjallaði meðal annars mikið þetta og hve fá sel eða færri væru nefnd í Suðurlandi í jarðabókinni 1703 og þá tók hann sérstaklega til Rangárvallasýslu á glærunni. Gögnin í Íslefu benda til mjög svipað mynsturs en benda má á að þegar farið dýpra í gögnin sem við getum gert og hver hreppur skoðaður mikill munur á fjölda selja og virðist sel í Rangárvallasýslu helst vera að finna í Holtamanna, Eyjafjalla og Fljótshlíð en mun minna í öðrum hreppum. Nú reynda veit ég til þess að það aðalskráning, fólk að skrá þannig á vettvangi á hverju sumri og það geti breytt heildarmyndinni eitthvað aðeins. Nú á glærinu eru, eins og fyrir segir, 3 sýslur teknar sem dæmi en sel virðast sannarlega vera mun algengari í norðlenska fjallendinu en sunnanlands. Sel þekkjast þó og sannarlega þar, meira að segja í mjög votlendum og flötum sveitum eins og Skeiðarhreppi í Árnessýslu. Það nálægt Selfossi. En þau eru þó engu að síður mjög fá. Þessi mismunur á fjölda selja ágæt vísbending að landbúnaðarsamfélög á Suðurlandi sáu ekki eins mikinn hagnað eða gildi til þess að hafa í seli og virðist hafa beitt annars konar landnýtingu sem þá framtíðarefni að finna út hvað sé, þótt að ég efast ekki að fólk hafi einhverjar hugmyndir hvað það geti verið. Á Norðurlandi síðan að sjálfsögðu líka munur milli sveita og það kannski bara best að taka nágrannasveitirnar, Svarfaðardal og Arnarneshrepp. Í Svarfaðardal mun fleiri sel á hvert lögbýli miðað við Arnarnes sem á móti sjó. Og fólk líklega haft einhvers konar blöndu og hefðbundnum landbúnaði og sjósókn þar á meðan Svarfaðardalur landbúnaðarsveit bara par excellence. Það tímasetningin. Það nú mesta fjöri kannski í þessu. Fornleifafræðingar hafa réttilega bent á skort á góðri tímasetningu sem hefur hamlað hugmyndum okkar seljabúskap á Íslandi og þróun hans. Og sérstaklega kannski til þess að búið til nothæfa gerðfræði seljarústir. Við erum, eins og fyrir segir, algjöru sérstöðu hvað varðar tímasetningum og seljum. Það kannski helst Írland, þessi gjóskulögum sem finnast víða hér á landi. Og hluti verkefnisins snerist einmitt að bæta úr þessu og taka prufuskur og borkenna á valinn sel á Norðurlandi og Suðurhorni. Og á Norðurlandi völdum við Svarfaðardal og Hörgár og Glæsibæjarhrepp. Og þá fyrst og fremst bara út af því það engin skortur á fyrir rannsóknum þar og aðalskráning lokið á því svæði, fyrstu umferð. Þannig að við erum með ágæta hugmyndum byggðasögu á svæðinu sem hjálpar okkur að setja þetta í aðeins víðara samhengi. Og það hægt að lesa þessa niðurstöður mjög ítarlega í ágætri skýrslu hennar Elínar og Lilju Laufar og Óskars Aldres á heimasíðu Fornleifastofnunar Íslands. Og það reynda líka tækifæri, það hægt að lesa líka tilraunaverkefni sem snýst að því að reyna aldursgreina sel á Suðurhorni með nýrri aðferðafræði sem snýr að því að greina ljómunar eiginleika fellsbats í jarðvegi
og það hægt að lesa það á sömu síðu, en það kannski svolítið utan efnis samt. Nú, í stuttu máli kom í ljós að seljabúskapur varð ekki algengur fyrr en á 12. og 13. öld. Þau fáu sel, sem þó mætti flokka sig víkingadaldarsel, voru í eigu eða notur af ríkari jörðum, svo sem öðru völlum, sem telst vera lókus, sem oft þýtt sem staður. Þessi sel voru samanskapi oft flóknara gerð en yngri sel og það skiptir máli á eftir. Nú, við höfum svo sem vita það að og þetta er augljóst, nema kannski helst í Dalasýslu, að það höfðu ekki allir í seli og það eru vísbendingar að það hafi ekki verið lágt metnar jarðir og slíkar jarðir, það er að segja sem ekki hátt metnar í dýrleika og eiga sel, eru mjög fáar og þá virðist þetta vera yfirleitt sel sem tilheyra líklega öðrum jörðum, en við erum svo sem að við erum að skoða þetta eins og en vísbendingan eru það sterkar að ég get alveg sett þetta á glærunar. Og það er hægt að líta til Skíðadals í þessu samhengi, sem er í suðurhluta Svarfaðardals. Þetta er þeirra Breiðholt. Þetta er fátækari hluti Svarfaðardals. Þannig eru landgæði rýrari, bæir byggðasæðin mjög sveiflukennd, bæir eru að fara í og úr eyði og almennt séð eru jarðirnar mun lægra metnar en annars staðar, sérstaklega á Norðurlandi, sem eru enda þó frekar hátt metnar jarðir með önnur landsvæði. Svæði var sennilega sömuleiðis með því seinustu sem voru byggð í dalnum. Nú, í Skíðadal finnast einungis 2 sel, á Kleinshóli og Krosshóli. Þetta eru þá báðar jarðir sem eru metnar 2000 sem telst hátt fyrir þetta svæði, enda aðra jarðir þar aðeins metnar á 1000. Hugsanlega gætu þessi rýru landgæði útskýrt skort af seljum, en í því samhengi má þá benda á Gráskriðusel í Hörgárdal. Þar voru líka mjög rýr landgæði, eins og heiti á selinu gefur til kynna. Nú, við grófum í þetta sel 2020 og niðurstöðurnar úr því benda til þess að Gráskriðuselið var reist beint ofan á skriðu og Elín og þau túlkuðu þetta sem mjög sterka vísbendingu að seljanum á þessum slóðum hafi verið ætlað að rækta upp áður ógróið land. Þetta fannst á svona vísbendingar að þessu fundust í alls á 3 eða 4 selum á Norðurlandi. Þá finnst mér bara mjög líklegt að fólk í Skíðadal hafi einmitt verið hugsað á þessum nótum, þess að nota selin til að reyna að græða land og nýta skítinn af skepnunum sem áburð, en aðeins Krosshóll eða Kleinshóll hafi haft efni á því eða mannfjölda til taks til þess að hafa í seli. Þetta er líka annað klassískt vandamál, það eru rústeinar og ríkjandi skoðun á Íslandi, þá frá Egon Hissler, sem notaði 18. og 19. sagnfræðilegar heimildir einmitt að 3 byggingar sé ríkjandi form ásamt kvíum í grennd. Við vitum það eins og að fornleifaskráning hefur sýnt mun flóknari mynd, þar sem sel geta haft allt frá 1 rúst til 8, jafnvel 9, sumar eru með tungar, aðrar ekki, og sumar eru jafnvel bara með 1 rúst sem skiptist í mörg hólf. Hefðbundin leið til að kljást við þetta er bara eins og Albina gerði í sinni gerð frá 2005 og bara að telja hvað formið er algengast. Og við gerum þetta aftur, hann er búinn að vera með mun fleiri gögn núna í daginn 2005 og þá kemur í ljós að sel með 1 rúst sem skiptist í 2-3 hólf er algengasta formið á seli. Það fellur þetta ágætlega saman við hugmyndum Hisslers. Og þetta eru svona ívið stærri sel en kannski sel á Írlandi á postmedieval tíma eða ár 9. öld, en þar voru yfirleitt einfaldar tóftir og jafnvel Skotlandi, en reyndar Skotar eru svolítið flóknir. Þeir eru líka með það sem kallast seljaþorp, það er 40-50 rústir á hverju seli, sem betur nú til þess að það eru fleiri en 1 jörð að nýta þetta. Og Grænlandi og í Færeyjum er oft brugðið þá ráð að tala um einfaldar eða flóknagerðir á seljum og Ísland fellur þá þar í fyrri flokkinn, einföld gerð selja.
Við höfum hins vegar tækifæri hérlendis að gera aðeins öðruvísi og skemmtilegri talningu á þessu með því að flokka rústið á seljum með við fjarlægð selja og bæja ásamt dýrleika. Dýrleiki gefur svo hugmyndir stöðu jarðarinnar. Þá getur maður líka prófa eins að nýjar aðferðafræðilegar tilraunir og fjarlægð selja og lögbýla hefur yfirleitt verið reiknuð bara sem bein loftlína milli bæjarins, lögbýlisins þar að segja og selsins. Það er bláa línan á kortinu. Hins vegar er aðferð í GIS sem heitir Least Cost Analysis Path sem lætur GIS þá reikna út frá fyrirframgefnum forsendum hvað ódýrasta leiðin ef svo má orðinu komast sé. Þetta er þá gjarnan settanum fram að því meiri halli á landinu, því dýrara eða erfiðara er að ganga á það. En við getum auðvitað sett fleiri forsendur í forritið. Það er engar hömlur á því og það er til dæmis hægt að setja hið klassíska betri krókur en kelda. Það er ekki labba yfir mýrar eða djúpa læki. Og það er fram eftir götum. Þetta leikast endalaust að þessu. Og með svona aðferð þá fáum við aðeins nákvæmari mynd af fjarlægð selja þótt þetta segi ekki kannski nákvæmlega til hvað leið var farin en það er kannski ekki tilgangurinn heldur hér. Og þá lítur þetta svona út. Við getum séð að jörðum sem eru lægra metnar, sem eru samt tiltölulega hátt metnar, svona með við landsmeðal, að þá voru sel yfirleitt nær bæ og sömuleiðis voru rústir þeirra einfaldari eða bilun 1-3. Að þeim jörðum sem eru hærra metnar, það er 38 og hærri, þá eru selin fjær og mun flóknari að gerð. Hærri fjöldi rústa getur verið vísbending langa notkun á staðnum og fólk sé einfaldlega bara endurbyggja sömu rústir aftur og aftur. En það geta alveg eins verið vísbending flóknara hlutverk seljana. Auðvitað er erfitt að segja þetta eitthvað nánar á þess að heildaruppgröftur á seljunum eigi sér stað, en þetta gefur þó ákveðna hugmynd að seljabúskapur á hærra metnum jörðum hafi klárlega verið flóknari en þeim lægra metnum. Þá ráða menn bara hvort að menn túlka það sem þetta tíma, seljum voru bara lengur þar eða gerð og hlutverki. Og við sem einnig gert þetta klassíska sem fólk gerir, að taka saman hæði yfir sjávarmáli og halla lands og borið saman milli selja og lögbýla. Og þá kemur skýrt í ljós að selur voru bæði hærra í landinu og í meiri halla og virðist að vera almenna reglan á öllu Íslandi. Þetta gefur vísbendingar að fólk sé að reyna að nýta beitalandið sem annars hefði ekki verið nýtt, sem er í raun og veru bara tilgangur kannski selja búskaparins. En þessi gögn geta líka veitt okkur hugmyndir hvað er það sem gerir sér að seli. Og munur milli selja og lögbýla er ef til vill augljós, en hann verður þó óljósari þegar margvíslega aðrar tegundir af bílum bætast við, svo sem eyðibýlir eða hjálögur eða slíkt. Og það er einmitt þess konar minja sem við eigum í hvað mestu vandræði með að greina hvort að það séu sel eða ekki. Og þá er oft nota menn líka örnefni, en örnefni eru vandkvæðum háð, þar að segja þau eru oft bara hugmyndir 19. og 20. aldar fólks hvað seljabúskapur sé. Þannig að örnefni sjálfur eru heldur ekkert gefin í þessum efnum. En þetta er í vinnslu, það er svolítið flókið að reyna að tína þessar hjáleigur út. Nú en halli, sem er slóp, getur veitt ákveðna vísbendingu gæði lands. Á norðurslóðum er best að landhalli til suðurs, til að nýta sólina sem mest, og ekki meira, það er talið fyrir hefðbundi landsbúskap, ekki meira en 5-7 gráður. GIS, svo sem ekki fara flókið í þetta, það til rastergögn í GIS, það sem gerur okkur kleift að búa til svona reikniflokka og tölfræðilíkon, og þá er hægt að búa til flokka á gæði lands. Þannig að við erum búin að finna út hallan hér og getum gefið þau einhvern bara einum upp í 5. Þannig að sel sem eru þá landi sem hallar lítið fá hærri einhvern en sel sem hallar mikið, og sel sem hallar til suðurs fá hærri einhvern en þau sem hallar til norðurs. Og það er hægt að búa til endalaust á svona reikniflokka og setja saman.
Og til dæmis, það sem nú eiginlega skemmtilegast að gera þetta er auðvitað að setja vistgerðan með, þannig að sel sem eru á góðu Engjalandi, votlendi eða eitthvað slíkt, og þá hærri einhvern til dæmis sel sem eru á urðum. Mér er þetta bara vita vonlaust dæmi. Það fóum við svona gott út og þetta er nú bara að pröfa eins og stendur og hérna græni liturinn gefur þá hugmyndunum bara að þarna sé besta landið fyrir hefðbundið landbúnað. Og þá er hægt að reikna út gæði landsins og hvað selin lenda á því og þá er það bara að túlka af hverju eru sum selar best í landinu, af hverju ekki og það fram eftir götum. Þetta er nú bara svona að pröfa til þess að sýna fólki hvað annað við erum að gera í þessu verkefni og þetta sé ennþá mjög mikið í vinnslu. En vildi nú bara líka sýna hérna í kosti þess að nota gís út af það frábæra við gís þetta það getur búið til ný gögn úr gömlu gögnum þótt margar hindranir séu á veginum og þá vísa ég nú bara alltaf í þessa grein hérna. Það sem gís vinnur bara með forsendur og forsendurna sem þú ert að vinna með ekki nú góðar, þá færðu náttúrulega bara einhverja tómatjöru út. Og þetta getur ekki verið markmið í sjálfu sér að nota gís, þetta er bara leið að markmiði. Nú ákvörður liggur sú siðferðislega skylda að útskýra af hverju sel verða ekki algeng fyrir á 12. og 13. öld. Miklar breytingar verða á hinu pólitíska landslagi á þessum tíma og völd safnast að hendur fárra fjölskyldna sem reyndu að gera það sem elitanen gerir nú bara best, sem þetta bara að tortíma sjálfur sér. Og nýir skattar komu líka til sögunar og Ísland verður hluti af Noregsríki. Félagsheimili á borð við Hofsstaði og fleiri staði hurfu að tóku miklu breytingum enda samband elituna við bændur að breytast. Það var ekki eins mikið þörf fyrir bændur að verða þykjast vera svona fremstu meðal jafninga að byrja að vera meiri argreining þarna á milli. Það var meiri þörf að tengjast Noregi og í raun minni þörf á samfélagslegri viðurkenningu nágrannans. Mikið fjármagn þurfti til þess að kosta þessa ferð til Noregs og dvölina þar. Og það er margt annað í gangi en þetta á þessum tíma. Það er að segja kornrækt og til hverfur nema á lágsveitum Sunnarlands sem einmitt það sem selum voru fæst og járnvinnsla tekur miklu breytingum líka og saltgerð svo gott sem gufar upp og svín hverfa sömuleiðis. Og það er ekki hægt að útskýra þetta með mannfækkun og svo sem enginn sem gera þannig en þessi brot eru oft tekin sem merki hnignun. En í dag, ef þetta myndi gerast í dag, þá myndum nú bara kalla þetta skipulagsbreytingar, fyrirtækja orð á landnýtingu og fleira. Og það sem er kannski mikilvægt fyrir okkur hér í þessu sambandi er að á þessum tíma verða líka miklar hækkanir á smjörverði til þess að borga þessa nýju skatta sem nýja elitan lagði á og aukin verslun og gjaldmiðil í viðskiptum. Sem þá grunnforsenda þess og þannig hvatinn komin til að reisa upp sel og bara svona til að gefa upp dæmi, nú veit ég að það er mjög flottur grunnnemandi að skrifa ritgerð Odda á Rangárvöllum í sagnfræði og hann reiknaði það út, held ég reyndar í djóki en skiptir ekki máli, hann reiknaði það og fann út að meðaltali dugði ostaskattur Odda á Rangárvöllum á 13. öld til að halda uppi 6 manns í heilt ár. Og þá það með að allir 6 borði bara ost allt árið. Þannig að þetta er gigantísk framleiðsla og menn verða þá eitthvað að gera það og selja búskapurinn þar fellur vel inn í. Og þetta er svo sem hefur vitað smjörverð, hefur lengi verið fólki í hugleiki á þessum tíma. Helgi Þorláksson fjallar meðal annars þetta í sinni doktorsritgerð og Orri hefur líka nefnt þetta. Og Helgi tengir þetta við fjölgandi hjáleigna og vaxandi útgerðar sem kemur þá fram í aukningu á leigukúgildum sem reyndar svolítið flókið fyrirbæri en líka aukinni smjörframleiðslu. Hann ekki selja búskap enda eru þessar niðurstöður svo sem alveg nýjar. Og þetta meira bara ef þau heldur hinglæran var eitthvað væld þá þessu nú bara ennþá meira viltari og hún nú meira bara svona til umhugsunar. Mannfækkun gjarnan nefnd sem ástæða hnignunar seljabúskapar, einkum stórabóla.
ég er reyndar ekki hrifinn af þannig útskýringum. Þær eiga til að vera svolítið svona yfirgnæfandi og taka svolítið yfir aðra hluti, en þær eru engu að síður mjög sannfærandi. En við vitum það hins vegar á 16. öld og 17. og 18. eru mörg dæmi skrif þar sem samtíðarfólk er að skrifa gildi seljabúskaparins og af hverju fólk ætti að hafa í seli. Og þeir tína upp mörg mjög sannfærandi rök og jafnvel stungi upp á svona svokallum félagsseljum. Það er að jarðir deili seli þess að reyna að skortur var á vinnandi afli. En við getum líka horft á bara hvað var að breytast í landnýtingu á þessum tíma og þá getum við horft á afréttin sem eru auðvitað eldri en afréttir eru ekki nýtt fyrirbæri á 15. og 16. öld og þeir eru heldur, og ég er ekki að tala 20. og 21. aldar afrétti sem er allt annað fyrirbæri í raun. Á þessum tíma á 15. og 18. öld má ekki gleyma því, og það er nú ástæðan af hverju ég er að nefna þá hér, er að þeir virkuðu þannig að það átti ykkur afréttina, þetta var ekki almenningur, það var yfirleitt í höndum elítunnar. Þannig að elítan hagnaðist á því að bændur sendu skepnur á afrétti, enda rukkuðu þeir bændur fyrir þá og til eru mörg dómskjöl slíkt. Það er því að sumir bændur hreinlega neituðu að taka þátt í þessu kerfi og vildu ekki standa í þessu, enda rukkaðir fyrir þetta, þurftu að borga svona afnotagjöld. Og við vitum það líka að á sama tíma smjör að falla sömuleiðis í verði og það var því að ef til vill hagstæðara fyrir elítuna að standa ekki í því að sjá þennan dýrarekstur sem selvoru og senda bara skepnurnar beint á afréttin og fá sömuleiðis tekjur á bændum í leiðinni. Og það er margt að gerast, það eru breytingar á bústofni hana líka sem þetta gerist líka fyrr, kýr hverfa, fækkar, kindur verða meira áberandi og síðan er líka meira áhersla á kjötframleiðslu frekar en mjólkurframleiðslu og síðan er bara spurningum einfaldlega við betri tíma hvort að fólk hefði ekki bara talið afréttina einfaldlega betri og hagkvæmari langtíma nýtingu og þá sérstaklega hvað var landgæði og því fólk kosi að nota það frekar en seljabúskap. Afréttinni taka síðan auðvitað yfir bara á 19. og 20. öld. Saga hálendis og afrétta býður hins vegar betri tíma.